þá allar myndirnar komnar inn og þá næsta mál á dagskrá að setja inn neðanmálsgreinar eins og gert hérna á eftir textanum. Finnið núna staðinn þar sem að heimildaskrá byrjar. Það hérna aðeins fyrir neðan. En þið sjáið að heimildaskráin, hún byrjar núna bara neðst á síðunni hjá ykkur, eða mjög sennilega gerur hún það. Og við viljum alltaf að heimildaskráin byrji á sér síðu. Þó það væri bara örfáar línur á síðunni sem að heimildaskráin á undan, þá á samt að láta heimildaskráin vera á næstu síðu á undan. Og til þess að setja orðið niður fyrir, að þá smellið hérna framan við, semst vinstra megin við orðið heimildaskrá, haldið síðan kontrolltakkanum niður, kemur óvart, alltaf kontrolltakkin og ýtið á enter. Þá hleypur þetta bara niður á næstu blaðsíðu og hættir að þvælast fyrir okkur. En við ætlum núna að fara að gera þetta hér. Þetta sem stendur hérna, ég ætla að stækka þetta örlítið. Það sem stendur hérna, lítið einn hérna inn í textanum ykkar og hér fyrir neðan svona eins og skýring. Þið sjáið að hérna þessi setning sem hérna lítil, hún hérna fyrir okkur. Og nú ætlum við að breyta þessu aftur tilbaka. Ok, það sem við þurfum að gera að setja bendilinn hérna inn í textan, beint á eftir punktinum við hérna hjá 21. öldinni. Samanber þetta hér. Þið þurfum ekki að skrifa einn. Við ætlum bara að nota aðferð, svipað eins og með efnisyfirlitið, láta Word sjá þetta fyrir okkur. Og þá förum við hérna á sama stað eins og með efnisyfirlitið inn í references, hérna upp á bláa, smellum á það. Og núna í staðinn fyrir að fara hér, það sem vorum að nota áðan, þá förum við hér í Insert Footnote. Og þið sjáu AB og svo kemur svona lítið tala til þess að hjálpa mann að vita hvað þetta er. Og maður smellir og sjáðu hvað gerist. Einn birtist hér og hér kemur inn staðurinn til að setja inn skýringuna. Nú ætlum við einfaldlega að velja þetta og annarkvort getum við smellt á þetta, haldið og dregið. Þannig að þetta færist, að því að Word leyfir okkur að gera svoleiðis að færa texta með því að draga hann. Við getum líka sagt Ctrl+X, þá hverfur hann, við erum búin að klippa hann lausan, smellum hér inn í og segjum Ctrl+V til að líma. Og þið sáu að nú tekur þetta 3 línur. Við ætlum að byrja að losa okkur við þessa línu hérna með því að ýta á backspace og til þess að við og við ætlum líka að setja bendilinn hér fyrir framan sérrit og ýta á backspace og pössum að setja bil á eftir punktinum. Þannig að letrið sé allt í einni línu. Við viljum ekki hafa fleiri línur inn í þessum neðanmálsgreinum heldur en þörf á. Og svo breytum við þessu, veljum þetta og breytum þessu í, þurfum að vera hér inn í Home. Það kemur líka stundum upp svona glugga sem maður getur stilt þetta, en við viljum hafa þetta í það bil 8 punktar letri. Þetta var ekki flókið. En segjum það að við ætlum að gera margar neðanmálsgreinir í ritgerðinni, þá nú gott að eiga stílsnið. Og nú ætlum þið að búa til stílsnið sjálf fyrir þessa neðanmálsgrein. Það gerir ég með því að opna aftur stílsniða palettuna hérna inn í Styles, litlu öruna hér í horninu, smelli á hana og hér neðst niðri sjáðu eru 3 takkar. Og ef maður fer með bendilinn yfir þá stendur New Style á þessum fremsta og við ætlum að smetla á hann. Þá kemur upp þessi gluggi. Og af því við erum búin að breyta letrinu hérna inni og við erum með þetta valið, þá ákveður Word að við ætlum að nota það útlit sem við vorum búin að setja á letri hérna í neðanmálsgreininu okkar og eina sem við þurfum að gera þá er bara að breyta nafninu og við ætlum að láta þetta heita neðanmálsgreinar. Neðanmálsgreinar. Og svo bara OK. Og þá sjáu þið, þannig að bættist neðanmálsgreinar inn í listan á stílsniðunum okkar. Þetta var nú ekki flókið á það.